langar mig að bjóða hana Ragnheiði Sveinþórsdóttur, formann Líknar í Vestmannaeyjum, velkomna inn á fundinn. Hún ætlar að vera svo væn að segja okkur í stuttu máli frá verkefni, áhugaverðu verkefni sem að þær hafa verið að vinna með, sem gæti gagnast okkur. Ertu þarna, Ragnheiður? Já, ég er hér. Já, þannig að bara orðið til þín. Takk fyrir. Já, sælar. Vona að heyrist ágætlega í mér. Ákvað að koma í salinn okkar. Ég er sem sagt Ragnheiður og er formaður kvenfélagsins Líknar sem er staðsett í Vestmannaeyjum. Og við ákvaðum seinasta haust að fara í svolítið verkefni að reyna að auka við félagin okkar. Það hafði ekki verið mikil aukning hjá okkur á síðustu árum, en á þessu starfsári þá náðum við að auka fjölda félagskvenna 15%. Eða 16 konur sem gengu nýjar í félagið í vetur, á þessu starfsári hjá okkur. Og þegar við vorum að tala um þetta í haust, hvernig við gætum fengið fleiri konur til að koma í félagskapin okkar, þá var kannski svolítið það sem við veltum fyrstu, vita konur hvernig þær gangi í kvenfélag. Ég veit að við vitum það, hjá okkur er þetta almenn þekking, en er þetta almenn þekking hjá öðrum konum? Nú til dæmis búið við í bæ, þetta 4700 manna bæjarfélag, og við erum ekki að gera eins og var gert í sveitinni áður, kannski ennþá, þegar konur eru bara sóttar og boðnar í kvenfélagið. Þannig að við ákváðum að halda bara svolítið kynningarfund á okkur. Við gerðum auglýsingu og ég ætla að sýna ykkur hana eftir og hvernig við hugsuðum hana og af hverju hún er eins og hún er. Og við auglýstum í bæjarfjölmiðlum, á Facebook-síðunni, við deildum allir eins og vindurinn, svona opinn fundur hjá kvenfélaginu, fundunar okkar er alltaf opnir, en við erum ekkert að auglýsa þá sérstaklega. Og buðum konum að koma og taka þátt í fundi hjá okkur, fá sér kaffiveitingar, hlusta kynningu félagið okkar og taka svo ákvörðun hvort það myndi gangi í félagið. Ég ætla að fara í að deila skjánum. Svona. Jæja, svona hugsuðum við auglýsinguna. Okkur langar að fá erlendar konur, eða þær vita allavega þeir eru velkomnar í félagskapin okkar. Og þess vegna ákveðum við að setja fyrirsögna, bæði íslensku, ensku og pólsku. En fundirnir okkar eru hins vegar á íslensku. Þannig að ef þú skilur ekki íslensku, þá kannski þarftu bara að nota símaðinn til að sjá hvað stendur þarna. Og ef það eru erlendar konur þá á fundum, þá svona aðeins stikla ég á stóru og ensku hvað er í gangi hjá okkur. Og við vildum auðvitað byrja á því að segja, viltu láta gott að leiða? Langar það að leggja þess meira mörkum til samfélagsins okkar? Því að hugsunin í dag er svolítið að gefa tilbaka, nýta áfram, hugsa samfélagið, hugsa umhverfið okkar. Þannig að það var svona það sem við byrjuðum með. Langar það að kynnast fleiri konum og taka þátt í félagsstarfi. Eins og við vorum að tala núna með einmanaleikana, það er bara fullt af konum sem væri til í að komast aðeins út og hitta fleira fólk. Við sem sagt sögðum að við værum að bjóða öllum konum sem væri í Eyjum koma og kynnast okkur. Og það sem við vildum líka að kemur fram í auglýsingunni er hvernig þú berð þig að. Hvar og hvenær þú mætir, þú eða þið, maður getur mætt einn, maður getur mætt í hóp. Þú kemur fyrir þennan tíma og þú bara gengur inn í salinn og ferðir sæti. Að þú komir ekki og bara á ég að skrá mig á einhver sér sæti, hvernig virkar þetta? Það er þetta svolítið ítarlega auglýsing, hvar, hvenær, hvernig þú berð þig að, af hverju. Af hverju er ég ekki á næstu glæru? Jú, við sem sagt buðum konur velkomnar eftir fundin. Við á þessum fundi þá pöntuðum við að við vorum nýbúnar að vera í bæjarmiðlum og gefa gjöf og við getum sagt frá því á fundurum að við hefum verið að gefa, þannig að konur væri að sjá árangur að starfa okkar strax á fyrsta fundi. Við höfum líka fundin stuttan, það var alveg ákveðið og höfum skemmtilegt erindi á eftir. Þannig að eftir bara hefðbundin fundarstörf, þetta er alveg mjög mikið í ramma hjá okkur, fundarsköpin eru viðhöfð. Þá fengu konur sér kaffi og með því, smá spjall og svo komaði kynningu. Og ég ætla að sýna ykkur glærurnar, ég talaði þetta hellingi kringum þær,
á fundinum. En eins og við hugsuðum þetta var að fyrst hvað eru kvenfélög? Og við höfðum eins og sjáið það líka á ensku, þannig að þær sem ekki skildu íslensku gátu lesið á ensku hvað við vorum að tala. Og eins og ég segi hér, kvenfélög eru félagasamtök, þar sem konur, þar sem konur styðja við ýmis samfélags-, félags- og góðgerðamál, vinna ofta verkefnum eins og að efla félagslegt velferðarkerfi, styðja fjölskyldur, varðveita menningararfleifð, berjast fyrir réttindum og valdeflingu kvenna í samfélaginu. Ég talaði um kvenfélagið okkar, hvenær vorum stofnuð, hver tilgangur okkar væri og við hverja við værum helst að styðja hérna í Vestmannaeyjum. Og okkur langaði líka að hafa myndir úr starfin okkar til að sýna fólk, eða sýna konum og fundurum og það er gaman hjá okkur. Hérna erum við til dæmis á Kótilegt kvöldi og þar sem við fengum styrk fyrir að þjóna á kvöldinu. Og fannst mikilvægt að konur vissu hvað við varum búin að vera að gefa síðustu ár, hvernig við værum að gefa tilbaka til samfélagsins og við hérna settum bara inn það sem við höfum gefið núna 2023 til 2025. Ég er samt nýbúin að uppfæra glærurnar af því að hérna við tókum þátt í tómstundarhlaðborði þar sem þessi kynning rúllaði. Við styrkjum einstaklinga eftir þörfum, veitum útfararstyrki og styrkjum matarúthlutun fyrir jólin. Og við vildum líka minna á að gjafirnar okkar, þær eru þetta milljóna virði í krónum, en þær eru ómetanlegar fyrir samfélagið okkar. Og nú datt þetta út hjá mér, sjáum við ennþá skjáin. Já, það datt ekki út hjá okkur. Nú, jæja, ok, en ég þarf nú samt einhvern veginn kannski skrifa aftur. Hvað er að frétta? Þegar ég vil að stoppa að deila og deila aftur, því að ég sé bara allt í einu ykkur en ekki skjáin minn. Jæja, velkomin aftur. Okkur fannst mikilvægt að konur vissu hvernig við öflum fjár til að geta styrkt og stutt við samfélagið okkar. Og í Vestmannaeyjum þá þekkja allir líknarkaffið sem er síðasta fimmtudag í nóvember. En það kannski vita færri af eins og vorsöfninu okkar eða merkjasölunni, samúðarkortin sem við sendum. Þannig að við talaði töluvert hvernig við öflum peninga til að geta látið gott á okkur liða. Og þá komum við að sjálfsögða því að konur kannski halda, ok, ég þarf að kunna baka og sauma til að geta verið í kvenfélagi. Það er ekki þannig. Og það sem okkur finnst líka mikilvægt er að konur viti að við leggjum okkar að mörkum eftir aðstæðum og getu. Ég er til dæmis búin að vera í kvenfélaginu núna í 15 ár held ég, en ég hef ekki setið í stjórn fyrir en sko í hittifyrra, af því ég var bara með lítil börn og það svona var kannski ekki alveg tími fyrir mig til að gera meira. Það þarf líka að koma fram að það er sjálfboðaliða starf að vera í kvenfélagi. Og eins og við töluðum þá er þetta nógu lítill að nenni þessu. Það er ekki fundir nema 6 sinnum á ári hjá okkur. Þetta er ekki eitthvað þú þarft að vera að mæta 2 í mánuði. Og við fáum veitingar á fundum, það er annað hvort matarfundir eða kaffiveitingar og við erum alltaf með eitthvað skemmtilegt eftir hefðbundið fundarstörf. Konur þurfa að vita að við borgum árgjald og þær þurfa líka að vita að við borgum fyrir kaffi á fundurum en að sjálfsögðu bjóðum við gestum upp á kaffi og þær sem mættu á kynningafundun okkar var sjálfsögðu boðið upp á kaffiveitingar. Ég talaði líknarkaffið, hvað við gerum og hvernig við gerum það. Það er hellingssamvinna, það er fullt af hópum að hittast, gera brauðtertur saman, setja á tertur en bökum líka sjálfar. Og þetta er alveg stuð og við erum alveg að setja myndir og lokaða Facebook-hópun okkar af hópunum og sýna hvað er gaman hjá okkur. Við erum að handavinnukvöld 2 í mánuði yfir veturinn og við erum að sauma saman jólasveinabúninga og prjóna saman og ýmislegt sem er verið að gera. Það eru skemmtikvöld hjá okkur einu svona ári og ég talaði bara svolítið það hvað við verðum að gera á þessum skemmtikvöldum, það verið gaman hjá okkur, sjáum fullt af myndum af skemmtikvöldunum. Ég setti inn starfsáætlunum okkar í ár
og eftir þetta þá unnum við bækling úr þessari kynningu. Þannig að nýjar konur sem koma inn í félagið eftir fyrst annars kynningafund fá bara bækling í hendurnar. Og það svolítið kemur þetta sama fram, ekki alveg eins ítarlegt og maður svo sem ekkert að tala í kringum glærurnar, en hérna eru helstu upplýsingarnar. Við tókum líka þátt í tómstundarhlaðborði í Vestmannaeyjabæ daginn og vorum með fallegasta borðið, vorum með dúkalagt borð með bláum löper, stóra fánan okkar, lítinn fána, glærukynningu sem rúllaði, bæklinga og starfsáætlun. Og eftir það þá komu 2 konur á fund og gengu í félagið. Þannig að við erum búin að vera svolítið að vinna í að vera sýnilegar og segja konum hvernig þið getur komið til okkar þegar við getum auðvitað ekki verið að ganga í hús og bara heyrðu, hvað er kvenfélagið okkar, það er geggja gaman. Heyrðu já, og við langaði að segja ykkur að endilega sendið okkur tölvupóst ef þið viljið fá glærurnar okkar eða bæklingin, sendan eða auglýsinguna ef þið myndu vilja nýta ykkur vinnun okkar og hugsunina sem við lögum á bakvið þetta. Takk fyrir. Já, bara Ragnheiður, takk fyrir kærlega að kynna þetta fyrir okkur. Það er alltaf þetta er svona inspiration. Það er svo gott að fá hérna að sjá eitthvað sem er vel gert, virkilega. Já, og að virka, því að þið sjáum 50% aukning í félaginu okkar á einu starfsári. Bara dásamlegt. Þetta er það sem við þurfum allar að vera að gera. Takk innilega fyrir þetta, Ragnheiður.